Bikarmeistarar síðustu 2 ára, KM tók á móti ÍR-ingum í undanúrslitum í bikarkeppni karla á Akureyri í kvöld. Og það voru heimamenn sem byrjuðu betur. Sergej Sísa skoraði fyrsta mark leiksins eftir tæplega 2 mínútna leik. En leiknum var frestað hálftíma þar að ÍR-ingar fengu mjög slæmt flug norður og þurftu aðeins að jafna sig eftir það. En þeir báru þess nú ekki merki í upphafi leiks. Þeir hafi lent undir 1-0. Þarna var Hrafn Margeirsson áðan að verja vítakast frá Jakobi Jónssoni og varði skömmu síðar annað vítakast. En ÍR-ingar komni hér í sóknina, búin að misnota eina 3 sóknir í upphafi leiks þegar Hans Guðmundsson lyfti sér upp og skora fyrsta mark ÍR-inga, jafnar í 1-1. Og ÍR-ingar komni aftur í sóknina hér. Hér er Jóhann Ásgeirsson, hornamaðurinn snjalli sem er kominn vel út fyrir hornið og með skemmtilegt lágskot. Boltinn fór svona í hnéhæð fram hjá Ellingi Kristjánsinni. Og áfram sækja ÍR-ingar. Ólafur Gylfason hér stekkur upp, gefur boltan hér yfir á Ragnar Óskarsson, ungan bráðskemmtilegan leikmann ÍR-inga sem kemur yfir 3-1. 3 mörk í röð hjá ÍR-ingum. En þá er það Julián Duranona með 3. vítakast KM-manna og loksins nýttu þeir 1. En Ragnar Óskarsson á vítalínuna og kemur ÍR-ingum aftur 2 mörkum yfir 4-2. Og áfram sækja ÍR-ingar. Voru mun betri á þessum leikkafla. Ragnar Óskarsson hér og hans. Og sjáuðu nú þetta, Ólafur Sigurjónsson, annar kornungur strákur sem kom inn á þegar einn leikmanna þeirra ÍR-inga meiddist og hér skorar hann annað mark, 2 mörk með stuttu millibili frá Ólafi Sigurjónssoni og staðan orðin 6-2 fyrir ÍR-inga. En hér var síðan Hans Guðmundsson að skora 10. mark ÍR. Við hoppuðum þarna yfir góðan kafla. KM náði að minnka munin í 2 mörk, 9-7, en Hans kom ÍR-ingu þarna í 10-7. Og KM hér í sókninni og Heiðmar Felixson með skot sem Hrafn Margeirsson ver og ÍR-ingar í hraðaupphlaup. Og þetta er skemmtilega gert. Frosti Guðlaugsson komið þarna inn á línuna og skorar 11-7. 4 marka munur fyrir ÍR. Og skammt til leikhlés. KM hér, Jóhann G. heppinn að ná að halda boltanum inn á Sergej Sísa. Og hann bara á móti Ólafi Gylfasyni og skorar 11-8. Og hér verður Guðmundur Arnar Jónsson, nýkominn í markið í staðinn fyrir Hermann Karlsson sem hóf leikinn. Hermann varði einn 6 skot, síðan kom Guðmundur Arnar, var þarna að verja sitt fyrsta skot. Og Jóhann G. minnka munin í 2 mörk, 11-9. Og Ólafur Gylfason hér, dæmdur ruðningur á hann. Já, eða þá leiktöf, erfitt að segja til hvort það var. Og KM fá þá boltan, geta nú minnka munin í 1 mark. Og Björgvin Björgvinsson fyrir inn á horninu og gerir það einmitt. 11-10. Og nú er skammt til leikhlés. ÍR-ingar freistaði sér að auka munin aftur í 2 mörk. Og inn úr horninu fer Ólafur Sigurjónsson en brennir af, skýtur langt yfir. Og Duranona kemur boltan á Björgvin og hann jafnar 11-11 þegar 12 sekundur eru til leikhlés. Og ÍR-ingar fengu síðan nokkra sekundur til að freista þess að komast yfir á ný. Tókst ekki skoti frá Ólafi Gylfasyni framhjá og staðan í leikliði KA 11, ÍR 11. Og engan veginn ráðið hvort liðið myndi mæta Haukum í úrslitum bikarkeppninnar. En KA-menn hafa spilað til úrslita síðustu 3 ár í röð. Fyrst gegn F-fáingum þar sem þeir töpuðu stórt í úrslitum, síðan unnu þeir Val í sögulegum tvíframlengdum leik og unnu síðan Víkinga í fyrra. En hér er það Duranona, Sergej Sísa og það er Leó Örn Þorleifsson sem skora fyrsta mark síðara hálfleiks. KM-menn komnir yfir 12-11, hafa skorað 5 mörk í röð. Og ÍR-ingar hér, Hans Guðmundsson með skot sem Guðmundur Arnar ver, boltinn út í hornið og Guðmundur ver aftur. Sterkinn koma hér hjá Guðmundur Arnar Jónssoni, búinn að verja 4 skot og KM-menn komi hér fram. Sergej Sísa yfir á Björgvin, fær boltan aftur og nú bíður eftir að fá Duranona inn á völlinn og síðan kemur líka, sýnist mér þarna að vera Heiðmar Felixson, nei, Jakob Jónsson er það. KM skipta 2 mönnum út af í vörn og sókn. Og Sergej Sísa skora hér 13. mark KM-manna, 2 marka munur, 13-11 og hér hlaupum við góðan kafla.
komum aftur í stöðunni 20-17 fyrir K.A. og K.A.-menn í sókninni hafa hér 3 marka forystu og Björgvin Björgvinsson, sjáu hvað þetta er laglega gert hjá honum, lyftir sér upp, skorar hér 3. mark sitt í leiknum, þrjumar boltanum í netið og staðan orðin 21-17, 4 marka munur fyrir K.A. Talsverðar sveiflur í þessum leik, K.A.-menn 4 mörkum undir, rétt fyrir leikli og eru komin 4 mörkum yfir hér, en Ólafur Gylfason lyftir sér upp, þrjumar boltanum í netið, 21-18, 3 marka munur og Íringar komni hér aftur í sóknina og Ragnar Óskarsson og yfir á Hans og Jón Ágústsson kominn aftur í hornið og Ragnar Óskarsson með glæsilega línusendingu inn á Magnús Már Þórðarsson sem skorar 1 af 3 mörkum sínum í leiknum. Magnús Már gríðarlega sterkur en hann var nánast í gjörgæslu hjá Ellingi Kristjánsinni og Sverri Björnsinni megnið að leiknum þarna inn á línunni. Ragnar Óskarsson hérna, Íringarnir komnir eina ferðina inn í sóknina. Ólafur Gylfason og Hans Guðmundsson og Ragnar út í hornið og þetta er laglega gert. Matthías Matthíasson minnka mun í aðeins 1 mark, 21-20 og nú eiga Íringar von. En Julián Duranona sem var nú lítið búinn að skora annað en úr vítaköstum brýst hér í gegn og þrykkir boltanum í netið. Glæsilegt mark, skora hér 8. mark sitt í leiknum en þar á voru 6 úr vítaköstum. Skammt til leiksloka og Íringar, nú liggur þeim á Jóhann Ásgeirsson og Hans Guðmundsson. Jóhann út í hornið og Ragnar Óskarsson fer inn á horninu en Guðmundur Arnar ver frá honum. Mikilvæg markvarsla hjá Guðmundi Arnari sem varði alls 10 skot í leiknum. Hermann Karlsson 6 skot fyrir K.A. en Hrafn Margeirsson varði 13 skot fyrir Íringa. En markahæstur Íringa var Ragnar Óskarsson með 8 mörk. Hér er Björgvin Björgvinsson að skora 1 af 5 mörkum sínum fyrir K.A. Var næst markahæstur þeirra K.A.-manna með 5 mörk en Julián Duranona eins og áður sagði með 8 mörk. Og Íringar hér, Jóhann Ásgeirsson inn og minnka muninn 23-21, 2 marka munur. Og Íringar leika hér maður á mann. Og Björgvin inn 24-21, hér er hann að innsigla sigur K.A.-manna. 3 marka munur og aðeins rúm mínúta til leiksloka. En Íringar ekki á því að gefast upp. Hér er Ellingur Kristjánsson, nei, ekki var það hann sem var rekinn út að heldur Sverri Björnsson sýndist mér. Hvað það? K.A.-menn einum færri og Þorleikur Kjartansson dómari gefur merki að Íringar megi taka aukakastið og Ragnar Ólafur Gylfason broti á honum, aukakast dæmt og þeim liggur á núna í Íringum. Og Ragnar út í hornið og Jóhann Ásgeirsson inn og vippar yfir Guðmund Arnar Jónsson. Minnka muninn í 2 mörk, 24-22. Og nú innan við hálf mínúta til leiksloka og hér er broti á Julián Duranona. Og það var Ólafur Sigurjónsson sem gerði það. K.A.-menn komni hérna í sóknina og dæmdur ruðningur á Jóhann G. Jóhannsson og Íringar. Nú liggur á 15 sekundur eftir það bil og þessi sending gengur ekki upp. K.A.-menn á boltanum, Duranona og Ellingur Kristjánsson fyrirliðinn heldur boltanum hér, horfir á leikklukkuna líða og leiktíminn er liðinn. K.A.-menn sigra 24-22, eru komnir í úrslit bikarkeppninnar 4. árið í röð þar sem þeir mæta Haukum efsta liði fyrstu deildar og það er engin spurning að það verður sannkallaður stórleikur. En K.A.-menn sem sé komnir í bikarúrslitin 4. árið í röð, ekki slælegur árangur það hjá Akureyrarliðinu.